Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna varar við aukinni stigmögnun í átökum Ísraels og Írans. Boðað var til neyðarfundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í dag. 5 eru í gæsluvarðhaldi á Hólmsheiði grunaðir fíkniefnaframleiðslu á nokkrum stöðum á landinu. 3 hafa kært gæsluvarðhaldsúrskurðinn til Landsréttar. Veiðigjaldsumræðan heldur áfram á Alþingi þar sem stjórnarandstaðan sakar meirihlutann árásir á byggðir landsins. Utanríkisráðherra segir þingmenn stjórnarandstöðu halda uppi grátkór fyrir sjávarútveginn. Stelpum í iðnnámi gengur verr að fá samning hjá fyrirtækjum heldur en strákum og dæmi eru um að margar hafi hrökklast úr námi vegna þessa. Gistipláss á sunnanverðum Vestfjörðum eru sem næst uppbókuð á næsta ári þegar almyrkvi verður á sólu. Skipaður hefur verið starfshópur á vegum sveitarfélaga til að fara yfir öryggismál. Komið sæl. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ræddi stöðuna í átökum milli Írans og Ísraels á neyðarfundi sínum í dag. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna ávarpaði ráðið og bað að lausna yrði leitað með samningaviðræðum. Í 8 daga hafa Ísraelar og Íranir gert loftárásir á víxl. Ekkert lát á átökum Ísraela og Írana. Ísraelsher segist hafa eyðilagt á 4. tug hernaðarlegra skotmarka í Íran í dag. 100 hafa verið drepin í átökunum, flest í Íran. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna boðaði til neyðarfundar til að ræða átökin að beiðni íranskra stjórnvalda. The confrontation between Israel and Iran is escalating rapidly with a terrible toll, killing and injuring civilians, devastating homes, neighborhoods and civilian infrastructure, and attacking nuclear facilities. The world is watching with growing alarm. We are not drifting toward crisis. We are racing toward it. We are not witnessing isolated incidents. We are on course to potential chaos. The expansion of this conflict could ignite a fire that no one can control. We must not let that happen. Yfirmaður alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar ávarpaði fundinn einnig. Hann sagði að engin alvarleg atvik tengd geislavirkni hefði orðið vegna loftárása Ísraela á kjarnorku innviði í Íran. Búsér kjarnorkuverið í Íran virt og stofnunin varar við alvarlegum afleiðingum af árásum á það. Countries of the region have reached out directly to me over the past few hours to express their concerns, and I want to make it absolutely and completely clear. In case of an attack on the Bushehr nuclear power plant, a direct hit would result in a very high release of radioactivity to the environment. Undir það tók fulltrúi Rússlands í ráðinu. Ядерные объекты не могут быть целями ударов. Требуем от Западного Иерусалима немедленно прекратить налеты и атаки на Иран, прежде всего на ядерные объекты, находящиеся под защитой МАГАТЭ. Ástrós Signíðardóttir, það var fundað víðar í öryggisráðinu í dag, ekki satt? Jú, utanríkisráðherra 3 Evrópuríkja ásamt utanríkismálastjóra Evrópusambandsins funduðu með utanríkisráðherra Írans í Genf í Sviss í dag leiðir til að draga úr átökunum. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, sagði fyrir í dag að á fundinu myndu ráðherrarnir leggja fram einhvers konar tillögu. En eitthvað vita hvað felst í þeirri tillögu? Já, Macron sagði hún væri í rauninni í 4 laga. Í fyrsta lagi að Íranir yrðu að vinna áfram náið með alþjóða kjarnorkumálastofnuninni og veita henni skilyrðislaust aðgengi að kjarnorku innviðum landsins. Í öðru og 3. lagi eigi Íranir að leyfa eftirlit með eldflaugakerfisþróun sinni og í 4. lagi að losa úr haldi fangelsaða erlenda ríkisborgara. En nú fundinum nýlokið hafa einhverjar fregnir borist að niðurstöðu? Já, fundinum lauk nú bara skömmu fyrir fréttir. Ráðherrarnir ræddu stuttlega við blaðamenn að honum loknum og þar ræddi meðal annars David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands og hann sagði að þau hefðu á fundinum rætt mikilvægi þess að þessi átök myndu ekki breiðast út og hefur einnig rætt við utanríkisráðherra Írans að mikilvægi þess að Íranir eigi ekki kjarnorkuvopn. We were clear. Iran cannot have a nuclear weapon and the E3 in Europe
have been clear for many years that that cannot happen. We are keen to continue ongoing discussions and negotiations with Iran, and we urge Iran to continue their talks with the United States. This is a perilous moment, and it is hugely important that we don't see regional escalation of this conflict. 5 manns eru í gæsluvarðhaldi vegna gruns fíkniefnaframleiðslu sem uppkomst í húsleitum lögreglu í fyrradag. Þar fundust fíkniefni og framleiðslutæki. Héraðsdómur Norðurlands eystra úrskurðaði mennina í vikulangt gæsluvarðhald síðdegis í gær. Þeir voru handteknir í aðgerðum á nokkrum stöðum á landinu vegna rannsóknar lögreglunar á Norðurlandi eystra og skipulagðri brotastarfsemi í samvinnu við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og á Vesturlandi auk sérsveitar ríkislögreglustjóra. Allir 5 sem eru í gæsluvarðhaldi sitja það í fangelsinu á Hólmsheiði. 3 af þessum 5 kæruðu úrskurð héraðsdóms til Landsréttar. Rétturinn úrskurðar í fyrsta lagi á mánudag. Lögreglan hafði mánuðum saman haft grun fíkniefnaframleiðslu á Norðurlandi og meiri þungi var lagður í rannsóknir síðustu vikur. Við húsleitir að minnstakosti á fleiri en einum stað á Norðurlandi og einum stað í Borgarnesi var lagt hald á fíkniefni, muni og efni til fíkniefnaframleiðslu. Húsleit var meðal annars gerð í þessu rauða húsi við aðalgötuna á Raufarhöfn og fór fyrirgangurinn ekki fram hjá bæjarbúum þegar lögreglan mætti í fyrradag þangað á nokkrum lögreglubílum og braust til inngöngu. Einkahlutafélag Íslensks karlmanns á fertugsaldri með lögheimili í Reykjavík keypti húsið í mars í fyrra samkvæmt kaupsamningi. Í kaupsamningnum segir að hann hafi haft það á leigu og þekki því ástand þess. Ekki talið að hann hafi búið í húsinu því samkvæmt upplýsingum frá íbúa á Raufarhöfn bjó þar að undanförnu karlmaður sem ekki talaði íslensku og fór lítið fyrir. Stór orð hafa fallið á Alþingi í dag í umræðum veiðigjald. Stjórnarandstaðan sakar stjórnvöld árásir á atvinnulíf allt land og meðan utanríkisráðherra segir stjórnarandstöðuna að halda uppi grátkór fyrir hönd sjávarútvegsins. Ekkert samkomulag í höfn afgreiðslu mála. Önnur umræðum veiðigjaldsfrumvarp ríkisstjórnarinnar hefur haldið áfram í allan dag frá hádegi en hún stóð til klukkan að verða 1 í nótt. Sem fyrr vilja þingmenn stjórnarandstöðunnar vísa málinu aftur til ríkisstjórnarinnar, segja það illa unnið og að allar greiningar vanti. Það ekki bara lýðræðislegur réttur stjórnarandstöðunnar að tala hér fyrir þessu máli. Það heilug skylda okkar að standa gegn svona dellumálum og öllum þessum vinstri málum sem eru árásir og ellilífeyrisþega, atvinnulífið í landinu og alla þá sem verið að reyna að koma hér með í gegn. Það heilug skylda okkar að standa gegn þessum málum og við munum gera það í allt sumar ef til þarf. Við getum verið ósammála efnisatriði, en sumt held ég að menn ætti að hugsa betur áður en menn láta það út úr sér. Við erum ósammála veiðigjöldin, en það ætlar sér engin neitt illt. Hvorki stjórnarandstaðan né stjórn. Við skulum ekki gera hvert öðru það upp. Það eru fyrst og fremst þingmenn stjórnarandstöðu sem taka þátt í umræðunni og fara í andsvör við hver annan. Jón Gunnarsson vill vísa málinu frá og gagnrýnir utanríkisráðherra harðlega fyrir að hafa skipt skoðun og eigi sér drauma að ganga í ESB. Þegar við verðum komið þangað inn, þá þurfum við náttúrulega ekki að rífast veiðigjöld, það verður hæstvirtur formaður, hæstvirtur ráðherra. Við þurfum ekki að rífast veiðigjöld þá þurfum við að fara að rífast þessu mikla styrki á að greiða til útgerðarna þegar við vorum komin með fiskveiðilöggjöf Evrópusambandsins á Íslandi. Allavega meta íslensk útgerðarfyrirtæki Evrópusambandið ekki svo slæmt að þau eru til í að fjárfesta í sjávarútvegi þar. Þannig að þetta er bara, við skulum bara ætti eiginlega skilja hér eftir einhvern vasaklút fyrir hana grátkó sem að stjórnarandstaðan er fyrir hönd sjávarútvegsins. Franska konan sem grunuð að hafa orðið dóttur sinn og eiginmanni að bana á hóteli í Reykjavík liðna helgi var úrskurðað í áframhaldandi gæsluvarðhald í dag. Það rennur út 4. júlí. Konan sem á 60-aldri var handtekin á laugardagsmorgun og úrskurðuð í gæsluvarðhald sama dag. Hún hefur til þessa ekki verið í fangelsi því þegar lögregla kom á hótelið var hún alvarlega slösuð meðal annars með stunguáverka. Hún hefur því legið á Landspítalanum þar sem lögreglumenn hafa gætt hennar. Lögreglan hefur lagt hald á hníf sem talin tengjast manndrápunum. Franska fjölskyldan var búsett í Dyflinni á Írlandi og hafði dvalið á hótelinu við Reykjavíkurhöfn í 6 nætur.
Stelpur í iðnnámi í hefðbundnum karlagreinum fá síður samning hjá fyrirtækjum sem kemur í veg fyrir að þær geti brautskráðst. Þetta veldur því að margar hrökklast úr námi og fá ekki að starfa við sína grein. Nemandi í bílamálun í Borgarholtsskóla kallar eftir kerfisbreytingu og hvetur stelpur að láta í sér heyra. Síðustu ár hefur atvinnulífi kallað eftir að fleiri útskrifist úr iðnnámi. Framhaldsskólar í iðn- og verkmenntagreinum lenda hins vegar í vandræðum með að brautskrá nemendur af því fyrirtækin taka ekki við starfsnemum. Fjölmargir nemendur lenda því í vítahring. Þeir ná ekki að útskrifast af því að þeir fá ekki vinnustaðasamning og þeir komast ekki í vinnu af því að þeir hafa ekki útskrifast. Þetta þýðir oft að þeir flosna algjörlega upp úr námi. Stelpur sem hafa valið sér hefðbundnar karlagreinar í miklu meirihluta þeirra. Þetta niðurstaða könnunar sem 2 vinkonur af bíltæknibraut Borgarholtsskóla efndu til máli sínu til stuðnings. Við höfum fengið leiðileg komment frá þeim sem að eiga fyrirtæki eða eru meistarar eins og bara að þeim finnist stelpur ekki eiga heima í þessari iðngrem. En síðan endaður alltaf á því að segja, en þeir eru velkomið að koma þegar þú ert búin í skólanum og klára þetta hér. En akkur ættum við að vilja koma þegar einhver segir við okkur að þeim finnst okkur ekki eiga heima í þessari iðngrein. Skólameistari Borgarholtsskóla tekur undir orð Kamilu og segir kerfið og atvinnulífið bregðist nemendum og sérstaklega stelpum í þessari stöðu. Atvinnulífið að bregðast nemendum og atvinnulífið að bregðast sjálfu sér. Ég hef kallað eftir í lengi að leggja niður fyrirkomuna sveinsprófa sem löngu úr sig gengi fyrirbæri. Það er að segja nemendur ljúka námi í framhaldsskóla í sinni grein en fá ekki réttindi sjálfu sér því að þeir eru eftir að fara síðan í sveinspróf eitthvað próf hjá atvinnulífinu. Kamila útskrifaðist því ekki úr bílamáli nú í vor eins og til stóð. Hún þó hvergi nærri hætt því hún stefnir á að klára stúdentinn ekki síðar en næsta vor. Kamila með skýr skilaboð til stelpna sem vilja fara óhefbundnar leiðir. Go for it. Do it. Ef þetta eitthvað sem þú vilt gera, ekki láta einn segja þú átt ekki heima eða að þetta sé ekki fyrir stelpur af því að við getum gert það sem við viljum. Leigubílstjórar við Keflavíkurflugvöll segja að ástandið við Leifsstöð hafi tekið litlum breytingum á undanfarnum mánuðum þrátt fyrir að eftirlit með starfseminni hafi verið aukið. Fréttastofa fjallaði í lok apríl ástandið sem skapaðist hafði á Keflavíkurflugvelli innan stéttar leigubílstjóra eftir gildistöku nýrra leigubílalaga. Í dag var röð leigubíla ekki löng við flugstöðina, heldur fremur eðlileg. Í vor höfðu 100 bílstjórar verið uppvísir að ýmiss konar brotum og Isavia ákvað að auka eftirlitið á staðnum. Eftirlitsmaður Isavia sem var ráðinn til að hafa yfirsjón á bílastæði leigubíla var ekki þar. Hann á staðnum bara á álagstíma. Hann veitti svo okkur ekki viðtal eftir að hafa ráðlagt sig við stjórn Isavia. Flestir bílstjórarnir voru fúsir til að tala við okkur en ekki vildu allir koma frá í mynd. Eins og heyra má skoðarnir þeirra mjög skiptar. Last year that was better than now because I think it is enough taxi working here last year. But unfortunately, some Gostofa and Hurumeri get the license taxis without responsibility, and I think it is a problem. People are fighting because everyone would like to protect his business. Now a lot of taxi driver, and it was a few before. So the same work was for a few people and now for a lot of drivers who can make good money before now change for him, and it's need time to people understand that point, Ég hef séð rifrildi á milli bílstjóra en það hefur yfirleitt bara náð að leysast úr því mjög friðsamlega, Ég hef aldrei séð slagsmál. Ég hef aldrei séð eitthvað vesen.
Ég búin að vera leigubílstjóri hérna á planinu sér í apríl í fyrra. Ég bara númer 1, 2 og 3, þá finnst mér að stjórnvöld eða konurnar sem eru við stjórn að þurfa að koma þessi í gegn, þessi leigubílalög, það er númer 1, 2 og 3, algjörlega og gera það fyrir sumarfrí. Það er búið að segja að þetta ætla að lofa því, en við sjáum, maður er á tánum. Í skriflegu svari frá Isavia kemur fram að afdrepinu við leigubílasvæðið á Keflavíkurflugvelli hafi verið lokað fyrr í þessum mánuði vegna bágs ástands eftir að í ljós kom að það hafði ekki fengið viðhald síðastliðin 10 ár. Gestir á tónlistarhátíð í Kaupmannahöfn fá helgina að prófa nýstárlega aðferð til að losna við timburmenn. Danskir vísindamenn segja staðdeyfingarlyf virka vel gegn höfuðverk. Hátt í 200 gestir þungarokkshátíðarinnar Copenhell sem fer fram í Kaupmannahöfn helgina geta prófað nýju lækningameðferðina við höfuðverk sem oft kemur eftir áfengisdrykkju. Yfirlæknir við Bispebjerg háskóla segir meðferðina, sem felst í að stinga bómullarpinnum með staðdeyfingarlyfjum upp í nefið, hafa virkað vel á alvarlegustu tegundir höfuðverkja. Helgina er ætlunin að kanna hvort aðferðin geti nýst við timburmönnum. Så trækker du vejret igennem munden stille og roligt, så kommer den første vatpind her. Kommer der lige lidt væske ind her? Ja. Inden bagerst i næsen, der er faktisk en samling af nervebunder, som kontrollerer, hvor meget blodkarrene udvider sig inde i hjernen. Og det er stærkt forbundet til at have hovedpine. Og så har vi jo testet det i nogle forsøg tidligere på meget stærke hovedpineformer inde på hospitalet med rigtig god effekt. Helmingur þeirra sem tekur þátt í rannsókninni helgina verður meðhöndlaður með virkum staðdeyfingarlyfjum. Hinn helmingurinn fær lyfleysu. Hvis vi får et værktøj mere i kassen til at kurere det, så er vi kommet et godt stykke vej. En ting er tømmermændene, det er selvfølgelig rart til luksus, hvis man kan få kureret sine tømmermænd, men det er jo helt fantastisk, hvis man kan hjælpe folk, der har kronisk migræne og sådan noget. Undirbúningur fyrir almyrkva á sólu í ágúst á næsta ári er flókinn af því að engin leiðir að vita hversu margir mæta. Öryggi gesta og friðlýstra svæða er í fyrirrúmi í Vesturbyggð. Ég er mjög spenntur og kvíðinn í bland. Það er óþægilegt að gera sér ekki alveg grein fyrir því hversu stórt þetta verður. Bæði Vesturbyggð og Snæfellsbær hafa skipað starfshópa til undirbúnings. Gistipláss er þegar orðið af skornum skammti kringum 12. ágúst þegar almyrkvinn verður. Hann varir í tæpa mínútu í Reykjavík en lengur yst á Snæfellsnesi og á Vestfjörðum. Hér við Látrabjarg sem er vestasti oddi landsins er gert ráð fyrir að sólmyrkvinn vari í rúmar 2 mínútur. Starfshópurinn fyrirhugar gæslu við bjargið og skoðar leiðir til að tryggja aðgengi viðbragðsaðila. Það er í fyrsta lagi öryggi, allavega í mínum huga. Öryggi að allir geti notið og allir geti farið heilir heim. Við höfum svo sem verið í viðræðum við landhelgisgæslu að vera með varðskip hérna fyrir utan. Þannig að það eru alls konar leiðir færar í því. Salernisaðstaða þarf að vera í lagi, auk þess sem hafa þarf einhvers konar umferðarstýringu á veginum. Það eru svæði á leiðinni sem eru hættuleg. Keyrt fyrir Hafnarmúla til dæmis og svo í skriðum alveg við bjargið sjálft. Þá þarf að hafa í huga að landrými við bjargið rúmar eingöngu takmarkaðan fjölda. Mjög líklega þurfum við að stoppa umferð einhvers staðar á leiðinni og ferja fólk í rútum því að ég sé ekki fyrir mér að Látrabjarg sem slíkt geti tekið alla bíla umferð alla leið. Og þessu næst þá ætlum við að fjalla það sem allir eru að tala og það er veðrið. Það verður austlæg átt verður ríkjandi helgina og gera spákortin ráð fyrir fremur skýjuðu veðri á landinu með rigningu á köflum. Hitatölu verða þó með ágætum og gætu skriðir nærri 20 stigum á bæði Norður- og Vesturlandi. En það er Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Allt er 50 fært og það sýndi hinn úsbeska Oksana Chusovitina á heimsbikarmóti í fimleikum. Í gær fagnaði hún 50 ára afmæli og í dag vann hún silfur í stökki. Úrslit NBA-deildarinnar munu ráðast í 8 leiki í fyrsta skipti í 10 ár. Indiana Pacers getur jafnframt unnið NBA-meistaratitilinn í fyrsta skipti í sögu félagsins. Við kíkjum á HM félagsliða í fótbolta og bestu deild kvenna í íþróttum hér eftir augnablik. Áður við kveðjum ykkur þetta föstudagskvöldið ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans.
Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna varar við aukinni stigmögnun í átökum Ísraels og Írans. Boðað var til neyðarfundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í dag. 5 eru í gæsluvarðhaldi á Hólmsheiði grunaðir fíkniefnaframleiðslu á nokkrum stöðum á landinu. 3 hafa kært gæsluvarðhaldsúrskurðinn til Landsréttar. Veiðigjaldsumræðan heldur áfram á Alþingi þar sem stjórnarandstaðan sakar meirihlutann árásir á byggðir landsins. Utanríkisráðherra segir þingmenn stjórnarandstöðu halda uppi grátkór fyrir sjávarútveginn. Stelpum í iðnnámi gengur verr að fá svamning hjá fyrirtækjum heldur en strákum og dæmi að margar hafi hrökklast úr námi vegna þessa. Gistipláss á sunnanverðum Vestfjörðum eru sem næst uppbókuð á næsta ári þegar almyrkvi verður á sólu. Skipaður hefur verið starfshópur á vegum sveitarfélaga til að fara yfir öryggismál. Þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími hjá okkur eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og eins og alltaf þá má finna nýjustu fréttir inn á vef okkar RÚV.is. En fréttastofan þakkar ykkur kærlega samfylgdina það sem af þessum degi og vonar að þið njótið svo sannarlega helgarinnar sem best. Verið þið sæl. Sællinur, heyrðu, hefur þú komið til Hríseyjar? Ég hef komið til Hríseyjar, já. Ég var að pæla hvort að við ættum ekki að halda næstu veislu bara í Hrísey. Já, það hljóma mjög vel, sko. Skál, drengir. Ég hef komið þarna nokkru sinnum áður, það er alltaf rosalega góð stemning þarna. Það er góður andi og gott fólk. Mér dettur strax í huga að þarna var nú alltaf farið með nautinn í sótkví. Þið viti kannski verið með nautaveislu? Ég væri til í það, maður. Er þetta ekki bara grafið í stein og skrifað í skýin? Jú, já, ég kem bara með bros og vör og sóluna. Veisla, skál. Veislan Eyjar, sunnudag á RÚV. Geltu, ný íslensk stuttmynd fyrir ungt fólk. Fokki ljótur, settir inn eitthvað story, eitthvað My Trans Journey. Veist hvað fokki sér? Myndin viðbragð við auknu ofbeldi í garð hinsegin fólks og aukinni vanlíðan og hnífabörði ungmenna á Íslandi. Geltu, miðvikudag á RÚV. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni og Garðabæ. Hagkaup. Ég þá staðfestu skoðun að áramótaskaupið árið 1985 var besta skaup allra tíma. Það ekki allir sammála mér. Hefðum við átt að senda Frikka Dór í lokakeppni Eurovision árið 2015? Eigum við að leyfa lausagöngu katta?